Númer 9, Amelía Laufey Gunnarsdóttir. Númer 10, Jóhanna Lind Jónsdóttir. Númer 20, Ágústa Rún Jónsdóttir. Númer 48, Elna Ólöf Guðjónsdóttir. Númer 33, Alfa Brá Hagalín. Númer 4, Leandra Náttsson Salva Moeser. Númer 8, Inga Dís Jóhannsdóttir. Númer 16, Anita Eik Jónsdóttir. Númer 13, Sóley Ívarsdóttir. Númer 15, Katrín Hekla Magnúsdóttir. Númer 48, Guðbjörg Erla Steinarsdóttir. Já, þjálfarar eru Sanni og Sanni. Þá förum við í lið. Býtum við, það er allt frosið hérna á mér. Þá förum við í lið heimastúlka. Númer 1, Mattea Lónats. Númer 12, Sif Hallgrímsdóttir. Númer 13, Anna Dýri Halldórsdóttir. Númer 9, Sunna Katrín Hreinsdóttir. Númer 25, Rut Jónsdóttir. Númer 5, Anna María Jónsdóttir. Númer 17, Unnur Ómarsdóttir. Númer 11, Kristín Jóhannsdóttir. Númer 29, Agnes Vala Tryggvadóttir. Númer 7, Selma Sól Ómarsdóttir. Númer 23, Lídia Gunnþórsdóttir. Númer 14, Júlia Björnsdóttir. Númer 10, í sínu fyrsta leik á heimavelli, Ida Margrét Rasmussen. Og númer 27, Hildur Lilja Jónsdóttir. Númer 6, Thelma Lísa Elmarsdóttir. Númer 18, Natalia Soares Baliana. Og þjálfarar og alls konar, það er Andri Snær og Arna Valgerður og ég man ekki hvað hinir heita. Dómarar leiksins eru Jónkar Björnsson og Maggi.
Númer 1, Mattialóna. Númer 8, Ingrid Jónsdóttir. Númer 16, Anita Egilsdóttir. Mattialóna, góðan daginn, góðar áhorfendur, við erum aðeins inn á því hérna í lýsingu, en eins og sjáum stöðunni 1-2 fyrir HK. K-Þórliði búið smá erfiðleikum með að koma fyrsta markinu á töfluna, en það er komið Mattialóna, byrjaði leikinn frábærlega, varði nokkur skot í röð. Þetta sjáum við, Rut Jónsdóttir. Það er vítakast, frábærlega sótt. Markinu er það ekki vítabaninn og Magga sem er í markinu hjá HK. Við munum eiga smá stund með að ná öllum nöfnum HK-manna, kvenna fyrir ekki, en Rut Jónsdóttir, hún er klár á punktinum.
og Rudd skorar, jafnan metin, 2-2. Egill Ármann Kristjánsson heiti ég og ætla að fara með ykkur í gegnum þennan leik. Já, gott flott á bolta, léleg sending, en ágætis flott búið að vera á boltanum hjá HK. Feik finta, Júlía selur sig, Anna Þyri, hvað gerur hún? Já, fín stöður hjá Önnu Þyri. Og HK heldur áfram í sókn. Jón Karl stoppa tíman, hérna hefur farið upp úr lok af badminton, fyrir badmintonitinn. Og mögulega fótur, kemur boltan út í hotn, nú fer höndin að koma upp, hún kemur. Og það er missa boltan, Káa Þór eiga boltan. Fínn varnarleikur hjá Káa Þór, þá er að koma þessu yfir í sóknarleikinn. Já, Káa Þór búið að komast, jafna metin, 4 mínútur síðan að HK skoraði sitt annað mark. Já, Unnur kemur, Natalía á næstöngina, frábært mark. Vel gert hjá Natalíu. Já, Sóley með ágætis gegnumbrot, auka kast. Alfa á miðunni. Og Inga Dís sækir, vel gert, vítakast. Þarna náður að slíta aðeins í sundur. Anna Þyri kemur seint inn í hjálpavörðina. Og það er Inga Dís sem að fer á vítapunktinn, Matti að lónast til varnar. Inga Dís skorar, frábært. En þetta er í örugglega held ég 4. skipti sem að Matti er að fá hann svona milli handanar alveg við það að verja hann í síðustu 2-3 leikjum. En hérna er að Káa Þór liði sókn. Líti á miðunni, Natalía í vinstri skyttunni, Rudd í hægri skyttunni. Rudd sækir, Júlía dregur sig frá og Hildur Lilja inn og Margrét fer í vitlaust horn, Hildur Lilja skorar. Hildur Lilja með sitt fyrsta mark. Góð opnun. Hér er að Alfa, Inga Dís, Sóley. Þetta er útilínan hjá HK. Já, hér kemur Amalie út. Og þá kemur Inga Dís með góða árás. Alfa kemur honum í hornið. Og það er beint á Matti Lónars og dæmt lína. Anita Eik og hún klárar færið, kastar boltanum eftir að það er búið að dæma. Og Jón Karl rekur Anitu út af. Já, Káa Þór getur komist í 2 marka mun. En núna tegja vel á þeim, búa til pláss. Við erum með frábæra hornamenn. Önnur Ómarsdóttir og Hildur Lilja. Hér kemur Rudd, opnar einmitt fyrir Hildur Lilju sem skorar stöngin inn. Hildur Lilja Jónsdóttir með sitt annað mark í röð og Káa Þór er komið í 5-3. Frábæra opnun og Hildur Lilja fekk heldur betur plássi til að fara inn. Kemur númer 15, Katrín. Katrín Hekla Magnúsdóttir kemur inn í hornið, vinstra hornið. Þá er það Alfa. Já, kemur hún yfir í hornið, reynir gegnum brot. Það er leikmaður númer 4. Leonandra. Og það er Alfa.
Já, Inga Dís og sækir hérna á Rut. Alfa með skot upp, stökk og skot, Matti Alona Sver, hún bara mætt. Það sækir K.A. Þórstelpur hratt á. Natalia með mikið pláss með Júlíu og sendur á Júlíu sem fer í gegn og vippar yfir Möggu í markinu. Þetta var frábær samleikur hjá Natalíu og Júlíu. K.A. Þór komið 6-3. Svo sjáum, það eru 3 boltar fyrir neðan K.A. Þór. Merkiðist því það að K.A. Þór búinn að skora síðustu 3 mörkin í leiknum. Hér er Sóley, Alfa, Inga Dís. Já, misskilningur í vörninni. Þarna voru að báða niður í Natalia og Júlía. Það þarf aðeins að láta betur vita. Önnu verður að mæta. Og hérna er það Inga Dís. Alfa kemur í árásin á Natalíu. Þarna hjálpast þær vel saman. Júlía og Natalia. Já, það lítið að gerast. Inga Dís með skot í gólfið og inn gegnum klofið á Matteu, frábær skot. K.A. Þór sækir hratt. Þetta var mjög einkennileg sending. Jafnvel bara skot hjá Lydiu í fótinn á Júlíu. Og HK fær boltan. Já, 13 mínútur liðnar að leiknum staðan 6-4, hér kemur Alfa, Sóley. Já, nú er þéttleiki í vörninu á K.A. Þór, boltinn niður í hornið. Sóley, frá áhugaverð tilraun. Flott eða text en ekki gerist það núna. Hildur Lilja með skot í slána. Já, nú keyra HK hratar, skilja 2 eftir. Já, Hildur Lilja og Unnur snöggar skilur sig heim. Já, skemmtileg tilraun hjá Sóley með línusendinguna en ekki heppnast það í þetta skipti. Það eru K.A. Þór þar aðeins að fá meiri þéttleika, sérstaklega þristaparið. Hér er Inga Dís, Sóley milli 1 og 2 kemur í horn og þetta er vítakast eða hvað. Mögulega 2 mínútur. Skot beint, já, hárrétt, skot í andlit hjá Matteu. Þetta eru sjálfkrafa 2 mínútur. Leanandra, Sigurún og Samuel er ekki alveg sáttir en þetta eru nýja reglur sem eru augljósar en ætli þeir sé ekki örugglega biðja víti sem Unnur Ómarsdóttir var langt inn í teig og truflaði runni aðhlaupið að skottinu. Já, allir skilja þokkalega sáttir, leikurinn fer að staða aftur og hér er komin ný leikmaður inn á hjá okkur í K.A. Þór. Það er hún Ida sem kemur frá Rannes í Danmörku. 19 ára gömul og mjög spennandi að fylgjast með henni, hvernig hún kemur inn í liðið. Skittaslas miðjumaður. Hér kemur Ida í sinni fyrstu árás. Lydia, frábært aug á Hildi og Magga. Hún verið þetta. Já, Hildi var búin að vera föst alltaf þarna síðustu 3 skotum og nú tók Magga og las hana vel. Já, óheppinn Hildur, hann núna er að víkka sjóldundarhingin í skotunum. Magga reyndur og góð markmaður. Hér er það Inga Dís, línan á auðvitað í misskilningur. Já, þetta er eitthvað sem Andrisnar verður að fara yfir á eftir. Og hér er það Ida, kemur á fullri ferð með sending á Júlíu. En Magga verið í markinu. Já. Margrét Ýr. Hún hefur séð þetta allt. Virkilega vel varið. En frábær línusending hjá Ídu. Þannig núna er búin að skipta Ida, kemur í bakhverfin og Anna Þyri er komin í þristi með Júlíu. Hér kemur Alfa með árás á Rut. Já, alveg tæp á ruðningnum. En Maggi dæmir aukakast. Já, HK liðið einum færri en kjósa það að halda markmannum í markinu. Hér er Alfa með skoti yfir. Markmann er í markinu, hann er að keyra hratt á núna.
Já, Ida með skot upp, Hávarni verið Unnur Ómarsdóttir með frákastið. Og í slána. Já, hornamennirnir alltaf að hitta slána. Ég held að fólk verið að hætta að fara í sláaleikin í uppbytun. Þetta fara að kosta í leikjum. Ára HK geta minkað þetta niður í 1 mark. Staðan búin að vera 6-4 í þokkalega tíma. 4 mínútur og 30 sekúndur síðan K.A. Þór skoraði síðast mark. Menn það er 3,5 síðan að HK skoraði. Og hér tapar HK boltanum. Hildur Lilja fiskar hann. Ida, Unnur. Og þetta er sláin inn. Sláin inn telur líka. Frábærlega gert. Gott skot hjá Unni. Auðvelt gegnubrot hjá Sóley. Og vítakast dæmt. Já, þetta er eitthvað sem að K.A. Þór þarf að fara að loka fyrir. Það er þessi gegnubrot. Hér er Inga Dís sem fyrir að punktinn. Móti Matteu og Inga Dís skorar. Þá tekur Andri Snær leikhlé. Andri Snær tekur leikhlé. Aðeins að binda saman. Staðan 7-5. Já, hörkuleikur. K.A. Þór svona heldur í þetta tveggja marka fórskot. Og HK er ekkert á það að hleypa eitthvað lengra frá sér. Og er það Margrét Ýr sem er búin að vera kannski ástæða þess að HK nær að halda sér í þessu billi. En þetta er virkilega mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Hérna sjáum við markaskorara Rut Arnbjörg Jónsdóttir með 2 mörk, Hildur Lilja 2, Júlía Sóley 1, Unnur Ómarsdóttir 1 og Natalía Saris 1. Hinum megin er það Inga Dís sem er búin að vera þungan af sóknarleiknum hjá HK. Hún er með 4 mörk og Anita Eik með 1 mark. Þannig að Inga Dís er búin að vera að sjá heldur betur þungan af þessum sóknarleik. En að sjálfsögðu eru held ég allavega 2 mörk úr vítakasti. En úr þeim þarf að skora líka. En þá eru klár. Andri Snær búinn að fara yfir hlutana með sínu liði og meðan að Samúel og Sigurjón gera það sama með HK-lið. Og verður áhugavert að sjá hvort einhver breyting verði á þróun leiksins. Já, þetta verður alveg magnað og verður barátta fram á síðustu mínútu. Já, við sjáum að Ida er í vinstri skyttunni. Já, kemur við sókn. Já, losa boltan en Rut missir á honum og fríkast dæmt. Já, við megum alveg búast við því að það þurfi einhver tíma fyrir Idu að komast aðeins í takt við leikmenn. Hún er búin að æfa hérna í 1 viku. Rut. Já, mjög aggressív vörn hjá HK. Virkilega góðar. Sækjar hátt út. Gefa lítið tíma. Og Ida í gegn. En búið með skrefin. Fríkast dæmt. Höndin er komin upp. Léleg sending. Rut verður að sækja og góð. Þarna voru sendingarnar hinn bara búnar. Annað er í 1 á línunni. Úff. En þetta eru reglurnar. Það eru bara x fjöldi sendinga. Allt í góðu með það. Áfram gakk. Áfram nokkuð óbreytt lið. Hér kemur hver að leikmaður númer 9, Amalía sem er á línunni. Inga Dís, Sóley. Halda sér við þetta 3 manna teymi Alfa. Inga Dís, já, og verður að klára brotið. Og mæta. Og Sóley með skot. Á, nokkuð soft aukakast. En aukakast enga síður. Áfram heldur þetta. Alfa sækir hér á. Góð blokk hjá Júlíu. Boltinn á Hildi Lilju. Já. Já, Alfa óheppið með skoti í stöngina. Nú er K.A. Þór að fara að finna lausn á þessum framlíkjandi vörn hjá HK.
Hotnamenn duglega að leysa inn. Þar kemur Unnur með innleysingu. Ida með stórsvæði. Skot í gólfið. Og Unnur Ómarsdóttir að stela boltanum. Hildur Lilja með línusendingu á Önnu fyrir sem að ógnar og skýtur öfu átt. Magga fór í hitt horni. Frábært mark hjá Önnu fyrir. Og K.A. Þór komið í 3 marka forystu. Kemur Amalía út frá línunni, en það er Alfa. Inga Dís með uppstök, óheppin hitt ekki markið, Matteo farin í öfutótt. Frábær bolti frá Matteo og Unnur Ómarsdóttir skorar. Frábær sending hjá Matteo Lónats. K.A. Þór kom í 4 marka forystu og spurning hvort að HK var að flýta sér of mikið, en Matteo Lónats með frábæra markvörslu á móti Anítu. Ég held að HK-stelpur hafa verið að flýta sér einum og mikið. Áfram heldur Ida inn á önnulegi innlýsingu. Ida kemur utanvert. Frábær vörn hjá Ölfu. Önnur heldur áfram inn á línunni. Annir Sóley. Ætli að hún hafi ekki verið fórnarlöf þess bara að Ida hafi runnið, annars lítið þetta ekki vel út. Nú þurfa K.A. Þór stelpur að sækja í sig mann og tíma setja klippingarna vel. Hér er Alfa við það að lenda aftan í Idu, en Ida búið með skrifin. Gengur lítið hjá K.A. Þór stelpum og komast í gegn, höndi komin upp, það er 1 sending, 2, 3, Unnur grípar með annar hönd og kastar honum basically bara frá sér. Þetta er hárrétt, ekkert á þetta. K.A. Þór búinn að fá höndinu upp núna í tvígang og vera tæpar á að fá þessi leiktöf í annarskipti. Alfa vinnur hérna. Nei, hún er að sækja annað þegar ég var með mannin í fanginu. Alfa komin út hérna hægra megin, klippir inn. Inga Dís, Sóley tekur skot í gólfið og yfir höndin á Matteu. Minkar þetta niður í 3 mörk. Mikið plás. Frábæra gert hjá Lydiu, kemur á Unni Ómarsdóttir sem skorar. Frábæra gert hjá Lydiu, óeigingjörn, kemur honum í hornið á Unni sem hafði risa plás. Kemur þessum í neti og kemur K.A. Þór aftur í 4 marka forystu. Búið mikið sömu leikmenn, sömu útilínu sem eru að spila báðum megin. Hér er Inga Dís með mikið plás. Hún lætur ekki bjóðast þetta 2 svar og skorar. Hröð miðja. Rut sækir á og klára þetta harðfylgi. Sami vill fá skref, en ég er alveg nokkuð viss það var ekki. Og hér er það ruðningur. Kristín Jóhannsdóttir kemur hérna í fyrsta skipti inn á leiknum og fiskar ruðning. Það er oft vont að vera fyrir, en getur borgað sig. Frábær innkoma hjá Kristínu. K.A. Þór að rótera hans liðinu. Natalía kemur inn í vinstri skyttuna, Kristín í vinstra hornið. Ida færi sér yfir hægri skyttuna, Rut fær smá frí. 7 mínútur eftir. Kristín með innlýsingu, bítur á jaxlina en þá drepast í fætinu. Ida kemur inn á Natalíu í horninu. Og þetta er Barbasinski nr. 3 í 2 leikjum. Þá taka HK-stelpur leiklega aðeins að skerpa á hlutunum fyrir síðustu 6,5 mínútuna. Og nú skulum við renna yfir hvernig markaskorar eru. Unnur Ómarsdóttir búin að stinga sér upp á toppinn með 3 mörk eins og Rut. Og Hildur Lilja 2, Anna Þyri 1 og Júlía 1. Hinum megin er Inga Dís búin að bæta við 1 marki síðan síðast og er með 5 mörk.
Sóley Ívars og Anita Eik báða með 1 mark. Og þá er það markvarslan, Matthea Lónas með 8 bolta varða, það gerir 53% markvarslu. Á sama tíma er Margrét Ýr hinum megin með 2 bolta og ætli þessi ekki báði frá Hildi Lilju. Þannig að Matthea Lónas er heldur betur búin að vera duglega að verja frá þeim. Þannig að þetta er búið að vera helviti gott, en áfram heldur Inga Dís að sjá markaskorun. Komið með 5 mörk af 7. Þá vil Jónkart fá aðeins að moppa yfir eftir leiklið. Leikur er farin af stað. 6,5 mínúta eftir að fyrri hálfleik. Ída kemur hérna í bakhvörðin og annað fyrir hinum inn. Júlía og Natalía saman í þristónum. Þeirra Sóley, Alfa og Inga Dís títtnefnd. Fín finta, boltinn í hornið og það er Anita. Þar skorar hún. Matthea gaf henni nær hornið og hún þáði það. Árás frá Ídu. K.A. Þór hefur búin að vera smá vesinu með þessa framlíkandi vörn. Það er að koma langt út og brjóta á þeim mjög utalega. Þá er að hafa hreyfalekan inn á línunni. Kemur Júlía út, kemur hún Ídu, legg síðan í blokkina. Rödd. Það er lítið í boði. Smá högg á þindina, hún missir andan sýnist mér. Spurning hvort að... Nei, þetta var rétt að... Ætti að vera rétt að kalla fram sjúkraþjálfarann, en Ruth þarf vantilega að fara út á núna í 3 sóknir. Af því það var kallað til sjúkraþjálfari. Þá færi að ýta sig yfir í hægri skiptuna. Lítið kemur inn á miðuna. Ruth ekki þetta alls átt við að vera þurfa að fara út af sem bara eðlilegt. Allir sé ekki flest allir sem vilja vera inn á vellinum. Þá reyta Natalía og Lítið hérna hægra megin. Linnlýsing frá Hildi. Árásinn frá Ídu sem kemst í gegn og skorar sitt fyrsta mark fyrir K.A. Þór. Og 2 mínútna brottvísun á Ölfu fyrir að ýta aðeins á eftir henni. Þetta er hárrétt. Við erum búin að sjá mjög strangt tekið á þessu af heimsmeistaramóti karla. Mikið og strangt tekið á þessu þar. Þannig að þetta er hárrétt hjá Magga og Jón Karl. Þá kemur, er þetta ekki Anita sem kemur hérna út á miðuna. Hárrétt. Katrín í horninu. Og Sóley. Vel mætt hjá Ídu. Sóley við það komið Lilja settingu hérna. En Anita greip hann, höndi komin upp. Undirháttaskot frá Sóley sem að Matthea Lónas ver í slána. K.A. Þór róar þetta niður. Gefur sér tíma, eru einu fleiri. 5 marka munur. 4,5 mínútur eftir. Þannig nú er að teygja á þessu. Búið til gott færi. Nú kemur árásinn frá Natalíu. Heldur breytt. Ída þræði sig í gegn. En ég veit ekki hver sá það en Margrét Ýr þóttist alltaf skalla boltan. Þannig að ég man ykkur til að spóla aðeins tilbaka og sjá hreyfingunni hjá Möggu.
En vítakast var það og það er Lydía Gunnþórsdóttir sem að fer á vítapunktinn. Reiknum við að Gunnþór sé að horfa hérna frá Svíþjóð. Og Lydía skorar á Margrét var í réttu horni. En fast var það á útilinu núna með Anitu. Anita er búin að vera í vinstra horninu. Lunga leiknum er komin núna inn á miðjuna þar sem Alfa er út af. Sóley og Inga Dís. Já, sækir hér á Ítu. En hún á ekki möguleika í þessa fintu. Flott stopp hjá Ítu. Þá er Alfa komin aftur inn á. Sóley fær smá pásu. Og Inga Dís önnur út á móti. Flott. Alfa. Anita. Já, láta bolta ganga vel og nú er að halda þolinmæði vörninni. Frábærlega gert. Góð vörn. Já, smá erfiðleikar hjá HK núna, sóknarlega. Höndi komin upp. Og þetta er manneskjan sem á að fara upp. En Anita og Inga Dís með skot í hávörnina og Matti Alónas vera hann út af. Þetta var skot. Ef hún hefði ekki varað hann hefði hann farið í markið. Þannig K.A. Þór getur aukið fórustuna, komist í 7 mörk. Innlýsing frá Hildi. Natalía. Á, Alfa með góðan varnarleik. Mætir inn í strax. Og Kristín. Lítið búin að kemur inn á Hildi Lilju og einhvern tímann hafa verið dæmd að 2 mínútur og svona. Reynir að lyfta henni upp. Snúningsfinta og mark Natalía. Snúningsfinta, gamla góða. Og hér er Alfa. Já, það er róleikinn aftur. Já, K.A. fór með síðustu 3 mörkin í leiknum. Hún hefur frábæra kafla bæði varnar og sóknarlega. Inga Dís línan undir. Amalía með skot í slána og út af. K.A. Þór á boltan. Já, þetta er ágætis varnarleikur. 1:20 eftir. HK ekki búið að skora mark núna í síðustu 5 mínúturnar. Já, væntanlega innlýsing frá Kristínu. Langur bolti yfir á Ítu. Já, þetta er skref, þetta er hárrétt. Hárrétt og hér er Amalía með boltan, engin með. Jú, þarna er Anita, kemur hann yfir á Ölfu. Alfa í hornið. Og það er markmaður á boltan. K.A. Þór keyrir upp aftur, 45 sekúndur eftir. Góð hreyfing hjá Lydíu og 2 mínútur, frábær hreyfing hjá Lydíu. Það er Amalía sem fyrir út af, 2 mínútna brottvísun. Frábærlega gert. Og vil minna það að þessi útsetting er í boði Símentun. Stefán Guðnason, staðsettur í Svíþjóð eins og er. Örugglega við hliðin á Gunnþóri, pappana Lydíu. Biðum við að kærlega heilsa þeim. Já, þetta er rétt. Góð pæling, en því miður voru skrifin búinn. Hún gjörsamlega fíblaði alla. En skrifin á mörg. 15 sekúndur eftir, hvað ætlar HK að gera núna? Hér er það Inga Dís. Anita, hér gerir Sóley með svaka blokk. Matti Alónas ver, 3 sekúndur eftir og tíminn rennur út. Frábær á síðasti hlutin á þessum hálfleik hjá K.A. Þór. En þá 6 mínútur síðan að HK stelpur skoruðu síðast. K.A. Þór búið að skora síðustu 3 mörk leiksins. Nú skulum við renna aðeins yfir tölfræðina. Steppi Jó að sjálfsögðu. Hér er að K.A. Þór, Unnur Ómarsdóttir, hún er með 3 mörk og ásamt Rudd. Síðan er að Natalía Hildur Lilja með 2 mörk.
Anna Þyrí, Júlía Björns og Lydia Gunnþórs, alla með 1. Og Ida Holberg líka með 1 mark. Natalia Lónas 11 varabolta, 58%. Og þá er lið HK, þar er Inga Dís með 5 mörk, Anita 2, Sóley 1, aðrar ekki neitt. Margrét í markinu ennþá með 2 skot varinn, 13%. Og þar er eitthvað sem að gæti breyst í seinni hálfleik. Og þá er að tölfræðin, hérna sjá við mörk versus skot. Skotnýtt í K.A. Þór 74% sem verður að teljast helviti gott á móti 36% hinum megin. Vítanýtingin 100% hjá báðum liðum. Lengsta markaruna, K.A. Þór hefur mest skorað 3 mörk í röð og meðan að HK skoraði 2 fyrstu mörk leiksins. K.A. Þór 6 marka forysta, er mesta forystan. Og K.A. Þór búið að leiða leikinn 21 mínútu af þeim 30 sem að hafa liðið. En þið sjáu það að tapað boltar hjá K.A. Þór eru 8 á móti 3 hjá HK. Það er eitthvað sem að mætti laga. Og lengsta markafjörðin 6 mínútur hjá HK og 5 hjá K.A. Þór. Og þá er það tímalínan gamla góða, uppáhald allra. Hérna sjáum við þróun leiksins. Mörk, gul spjöld, 2 mínútur og fleira. Og þið sjáum að bláa línan sýnir í rauninni forystuna, hvernig hún hefur aukist hjá K.A. Þór, hægt og rólega. En að HK skorar þarna fyrstu 2 mörk leiksins. Þannig að við leyfum þessu aðeins að lifa. Egill Ármann ætlar að draga sig í hlé og Stefán líka. Og við komum hérna að vörmuspori með seinni hálfleik. Takk fyrir.
Það gott fólk, verið velkomin í seinni hálfleik. Sem við það að fara að stað. Káa Þór byrjar með boltan og byrjar einum fleiri. Amelía fekk hérna 2 mínútur í lok fyrir hálfleiks. Þannig Káa Þór hefur leik einu fleiri. Rut Jónsdóttir komin aftur inn á eftir að hafa þurft að hvíla í 3 sóknir. Eftir að hafa fengið aðstoð. Íta á miðjunni. Natalía vinstri skytta. Unnur og Hildur Lilja í hornunum. Frábær breidd. Hornið laust, vel fiska hjá Ingu Dís. Ég vil meina að það hafi lína. Þannig að Káa Þór heldur áfram. Natalía á miðjunni, Rut. Vinstra megin, hérna Íta. Natalía sækir á, heldur breiddinni, mikið pláss. Frábærlega vari, Ítu og þarna breytir Hildur Lilja og skýtur á nærhornið. Vel gert Hildur Lilja. Frábær sending hjá Ítu, gott auga. Já, við erum eftir að kynnast þessari stelpu töluvert betur. Sem að hún hefur ákveðið að vera með okkur út tímabilið og það næsta líka. Hér það Hákonstelpur, Anita núna í hægri skyttunni, Alfa, Inga Dís, Sóley var í horninu, hér Alfa með uppstök en Matthea Lónars á ekki erfiðleikum með þetta. Frábærlega ledsið. Keyra Káa Þórstelpu seinni bylgju og Íta með skot yfir. Á, óheppin Íta. Það nýta yfirtöluna örlítið betur. Hérna Alfa, Inga Dís, Katrín í horninu. Og Inga Dís, hún fær að komast allt og nálagt. Og auðvelt með að velja sér horn og Matthea á ekki möguleikið þetta. Hennar 7. mark. Íta og Rut grípur ekki boltan. Hárrétt. Rut braut á braut hann á sendingunni. Það var til þess að Natalía náði boltanum. Fótur. Nei, fríkast maður. Jæja, áfram gakk. Já, hérna Sóley komin inn á línuna, það fullu fangi með hana. Anita, Íta sleppur henni, var það nógu snemma. Já, hún fær ekki 2 mínútur. Rétt náðu að slepp henni. Íta kemur hérna á fullri ferð og reyna að lauma honum inn á önnu þyri sem var í strangri gæslu. Og Matthea Lónars ver frá Leandru. Frábær markvarsla. En þær fá innkast. Já, tvisvar í röð Íta kannski aðeins búin að vera og fljóta á sér. Léleg línusending. Já, við viljum sjá hana. Hún kemur sterkari inn í næstu sókn. Hér Sóley inn á línunni. Alfa. Inga Dís. Já, þarna var vörnin betri. Vísuðinni. Og langur bolti sem að Anita stelur. Tapaði bolti hjá Natalíu og Alfa. Já, hún geta nýtt sér þetta og binda þristana niður. Íta reynir að stela honum, boltin yfir í hornið. Ekkert úr þessu. Það róa niður. Já, stöðuskipti. Alfa sekir á Inga Dís, hún mætir hann annað þyri. Vel gert. Anita og Alfa sækir á, það hjálpast að Inga Dís fær hörku færi. Katrín með frákasti. Hér Anita með góð árás. Íta stendur vel, Leonandra. Já, Leandra reynda að komast í gegn þarna. Fær fríkast. Já, Rut komin hérna fyrir framann. Og Katrín í horninu, en Matthea Lónars ver og innkast.
Og Anita reyna að tróða sig í gegn, frábær vörn hjá Ídu, Natalia hjálpaði vel. Fyrir höndin væntanlega að fara að koma upp. Alfa skýtur á milli fóta, Matu, hrummiðja. Natalia með skot í skrifinu, upp í samskiptin. Frábær skot hjá Natalíu. Og Inga Dís með frábært mark. Hún heldur uppteknum hætti hér, hrummiðja Rut komin í gegn Sólu, ítir henni til liðar. 2 mínútur. Þetta nákvæmlega svipað 2 og dæmt á hann og Ölfu. Hún má ekki íta á eftir henni og spjald á bekkinn. Sami var frekar ósáttur með þetta. Vel sótt hjá Rut. Hefði getið orðið dýrkeypt ef hún hefði farið aðeins fastar á vegginn, sem betur fyrir ekki. Þá fær Sami sér smá sæti og Sigurjón stendur. Þá það Natalia hérna inn á miðunni, nú kemur smá stöðuskipti. Íta með árás, en Magga hefur búinn að lesa þetta. Fær hann aðeins í andlitið. Boltinn stoppar á línunni og það er mjög ekki viss að koma átti taka boltan. En er þetta ekki rangt? Er ekki lína til hún ekki því svæði sem hún afmarkar? Þannig ef hann hefur verið á línunni þá hefði markmaðurinn á að taka boltan. Þá er það Alfa, Ída mætir vel, Grimm. Virðist vera hörku varnarmaður sem stelpa. Þá er það Anita, Alfa, sækir á Anita, tekur hérna Ídu gjörsamlega úr lagi. Alfa, höndi komin upp. Anita, nei fyrir ekki, Inga Dís og þá er það Alfa með skoti sem Matti að ver. Langur bolti, mjög langur. Og frábær markvarsla hjá Möggu. Þetta er lína. Frábær sending hjá Mateu. Hildur grípur hann en Margrét ver þennan bolta. Það er erfitt með að finna opnanir. Hér kemur Alfa með árásina, Natalia verst á móti. Þetta akkurat ruðningur. Náttúrulega K fer að keyra hratt. Hér er Ída, sækir á. Af hverju flauta hann svona snemma, hún var ekki búin með skrifin. Há skiptir Ída út af, kemur í smá pásu. Lídia kemur inn á. Og Unnur kemur sækir boltan, Natalia. Rut. Aðeins og þröngt þarna, Lídia. Og það halda boltanum á floti og koma svo með árás. Innlýsning frá Unni sem Rut reyna að tróða honum inn, en hver á þennan bolta? Háká. Tapa á bolta Rut. Nú kemur Alfa inn á móti Telmu Lísu sem er komin inn á í vörnina. Hák og stelpur hafa ekki skorað núna í 3,5 mínútu, leita að markinu Grimmt. K fór inn sem búið að skora 2 mörk í seinni hálfleik og hér er
Inga Dís. Henni halda engin bönd. Inga Dís með sitt 8. mark í leiknum. 8 mörk, það má ekkert bjóðin upp og þetta komast inn fyrir puntalínu, þá er það bara mark. Háká búið að minnka munin niður í 16-12. Og Natalia með uppstök og frábært mark. Thelma Lísa kemur inn í þristinn með Natalíu. Já, eitthvað með Sóli síðan inn á línunni, en virðist verið í lagi. Og það eru Anita, Alfa og Inga Dís. Og hér kemur Anita. Já. Alltaf auðvelt. Hrömiðja. Það er fríkast. Anita eitthvað með sig og Andri Snær ætla bara að taka leikhlé. KF þó búið að skora 3 mörk hérna í seinni hálfleik. Tíu og hálf mínúta að liðin. Hér ætlum við að fara yfir markaskorra. Natalia er markahæst í liði KF Þór með 4 mörk, Unnur Ómarsdóttir 3. Rut Arnbjörg Jónsdóttir búin að vera heldur lengi í þessum 3 mörkum sínum. Hildur Lilja 3 og Ida Hóberg 1. Hinum megin hefur Inga Dís verið að auka mörkin og komin upp í 8 stykki. Anita Eik 3, Sóley 1 og Alfa 1. Þá förum við yfir markvörsluna. Mattea Lónards í 16 boltum með 55% á meðan að Margrét Ýr, hún er búin að verja núna 2 bolti í seinna hálfleik, búin að verja 4 í heildina. Þannig að aðeins meðbyr með Háká-stelpum, búin að byrja seinna hálfleikin þokkalega vel og búin að spila alveg ágætlega. En meðan að Inga Dís er að skora öll þessi mörk fyrir Háká, þó svo sem þurfa ekkert endilega að fá fleiri mörk úr frá hinnum. En útilínan hjá Háká fyrir utan Ingu Dís eru með 2 mörk. Samtals. Hér er það Rut. Sendi boltan beint á Anitu sem stilur boltanum. Háká í hraðaplöp, Inga Dís. Og vel fiska hjá Hildi Lilju, stilur boltanum. Og hér keyra þær áfram. Hér er Rut með fáa með sér Unnur. Þarna máttu bara keyra í gegn. Já, Rut biður hérna Natalia að halda aðeins breytinni, þannig að hún hafi einhvern til að spila á. Það er að Lídia og Natalia og svo kemur Rut. Og undirskot var Rut sem að Magga á ekki með í miklu vandræðum með að verja. Margrét með sin 5. varðabolta. Hér er Inga Dís, Alfa, Anita. Hildur Lilja komin henni í bakhverfin og Inga Dís lappar fram hjá henni. Andri Snær ekki sáttur. Já, ekki rétt framkvæmt miðja. Og Háká búið að minnka munin í 3 mörk. Leikliði sem Andri Snær hefur ekki alveg skilað tilsettum árangri. Staðan 1-0 fyrir Háká eftir leikliði. Og hér er Ida Hóberg komin aftur inn á. Leysir Rut af í smá stund. Natalia, Ida kemur yfir á Lídiu. Já, hún reynir að stinga sér inn á milli 1 og 2 en Anita sér við henni. Þannig að eitthvað þarf að gerast hjá KF Þór. Ætlar ekki að missa þær og nálægt sér. Hér er Lídia, Natalia með uppstök. Þetta er hins vegar allt og auðvelt fyrir Möggu í markinu. Já, lítill kraftur. Hér er Inga Dís, Alfa kemur hér á Ídu.
Frábær hjálpavörn, en þá gleymist með hann og það er dæmt lína á Sóley. Lína dæmd, Matthea Lónars varði þetta líka. En við Stefán gefum henni nú ekki varið skot fyrir þetta. Þetta ætti samt að gera. Annar séns til að auka munin. Innlýsing frá Unni. Hér er Ríta með Unni með sér, Lydia. Frábær varnarleikur í HK. Þær eru að loka rosa vel. HK-stelpur núna að vinna vel saman. K.A. Þór-stelpur hafa lítið komist í gegn. Hér er Ríta Hauberg fyrir á kraftinum og skorar sitt annað mark. Frábær gegnumbrot hjá Ídu. Kemur stöður í 18-14. Já, Ída mætir Ingu Dísa hörku. Það er róleikinn. Sóley spilaði mikið fyrir utan í fyrri hálfleik meðan Anita var í horninu. Nú er Anita komin í hægri skyttuna meðan Sóley er á línunni. Og Anita kemur yfir á Ingu, hún var nú ágætis blás. Alfa eiginlega var komin í gegn. Hér er Anita, treður á boltanum, þetta er vítakast og 2 mínútur. Thelma Lísa fjúk út af. Frábær línusending. Sóley greip hann vel. Þetta er fríkast og 2 mínútur. Það er ekki að tala um snirtilegar 2 mínútur. Thelma Lísa fer í smá pásu. Nú kemur Sóley út. Kemur hún yfir á Anitu. Og nú er spurning, er Inga Dís að fara að nýta sér þetta plás? Já, erfið sending frá Ölfu. Það er halda boltanum á floti hins vegar. Inga Dís reyna að tróða sér í gegn. Þarna hefði Inga bara átt að henda sér upp. Já, lítið að gerast, höndi komin upp. 1 sending, 2. Anita með boltan yfir. Matthea er ekkert að drífa sig að ná í boltan. Meðan að Maggi rekur aðeins á eftir henni. Matthea aðeins að reyna að kroppa af refsitímanum. Þá kemur Ruth inn á. Ída inn á miðunni. Já, Júlia vil koma í Ísland. Færi sig yfir. Nú er að halda breytt, nú ætla að fá Ruth á stórt svæði. Þarna Ruth í gegn og skorar. Ruth fekk þetta risasvæði til að vinna með og nýtti sér það hrikalega vel. 5 marka munur. Hér er Sóley kemur inn út. Alfa sækir á. Inga Dís og Anita, það er hins vegar bara vilja ekki snert hana og hún fær bara galop í færi. Algjör óþarfi, hefum fyrir eitthvað viljað láta losa niður í hornið. Þannig að þarna vantar aðeins meiri hjálp frá henni. Matthea Lónars frábæri hornamarkmaður. En 4 marka munur, 14 mínútur eftir. Nú er að halda breytinni, halda áfram í því sem við vorum að gera. Fá Ruth aftur á stórt svæði. Júlia að láta draga til sín. Ruth með henni horna á Unni og Unnur verið snúa sér öklan. Og það eru 2 mínútur. Það er Leandra sem að fer út af. Sem betur fer Unnur með spelk á báðum. Svo að segja injury prevention. En það er Ruth Jónsdóttir sem ætlar að fara á vítapunktinn. Já, Lydia tók síðasta víti. Núna er það Ruth. Ekkert verri vítaskipta. Magga til varnar. Feik og vippa. Nei, niður í vinstra megin. Ruth Jónsdóttir.
skora sitt 5. mark. 5. mark við köllum eftir því áðan í síðasta leikli að fá fleiri mörk og Rut sem þá komið 3. Hún er búin að bæta við 2 sem þá. Og Háká 1 færri. 5 marka munur og nú er að frekar auka heldur hann að halda. Koma svo. Innleysing. Amalía leysir inn. Alfa sækir á Ídu. Hann tekur vel á mótinni. Knúsar hana vel. Já, Rut reynir að plúsa hérna aðeins upp á Ingu. Anita, já, Ída ætlar ekki að láta hana fara inn á milli aftur. Já, þétt vörn. Einleysing frá Amelíu. Og Alfa sækir á Ingati sem má ekki fá plás. Ída tekur á móti hjálpa Unnur. Glæsilegt. Þannig þarf Unnur að vera örlítið fyrr á ferðinni að hjálpa til. Það sem það er engin hornamaður í horninu. Ingati sækir inn út. Og Ída kemur út og brýtur. Á bæði Júlía og Natalía dálítið bundna niðri. Hendin upp. Og það er stillt upp fyrir Ingu. Frábær hávörð hjá Júlíu Björnsdóttir. Og nú er að halda sér skynsamar. 1 mark í einu. Já, Natalía róar. Velgerð Natalía, hún er nú ekki ofta skynsamasti leikmaðurinn en hérna er léleg sending frá Ídu niður í hornið á Unni sem missir boltan og hann fer út af. 10 sekúndur eftir refsitímanum hjá Háká. Þá kemur Leandra aftur inn á í hornið. Nei, Samuel Ívar, hann hefur tekið leikhlé. 12 mínútur eftir. Það er gaman að því að það eru 2 örfendir hornamenn að þjálfa Háká-liðið. En við ætlum að færa okkur aftur yfir markaskoruna aðeins að líta á þetta. Hérna er Rut Arfjörð búin að henda sér á toppinn hjá K.A. Þór með 5 mörk. Natalía 4, Unnur Ómarsdóttir 3. Hildur Lilja 3 og Ída Hauberg 2. Hinum einn er Inga Dís með 9 mörk. Svo hefur Anita Eik verið aðeins að taka til og hjálpa. Kom með 4, Sóley 1 og Alfa Brá 1 mark. Þetta, ef að Háká-liðið ætlar að ná að kroppa meira þá mögulega þurftum við framlag frá fleirum leikmönnum eins og Alfa. Alfa er búin að vera mikið ógnandi en hún er búin að vera að búa til færin og búin að vera að hjálpa til. En hér er markvarslan. Matea er áfram í 16 boltum síðan síðast. En Margrét Ýr, hún bætir hægt og rólega við sig. 2 boltum í milli leikliða. Komin í 6. Hún færi sig upp í 23%. Var komin niður í 13% á tímabili. En þá er leikurinn að fara að stað aftur. 11,5 mínúta. K.A. Þór með 5 marka forystu. Og hvað gerist? Þannig núna er Sóley sjáum við komin út í hægri skeytuna. Amalía aftur inn á línuna. Alfa. Það er fínasta blokk hjá Amelíu. Ekki með Sóley, stilla upp fyrir Ingu. Matea lónar sver. K.A. Þór ætlar að sækja hratt. Sóley reynir að fiska. En Rut í gegn og skýtur yfir. Já, spurning hvort hún hefði þurft að henda sér svona mikið niður. Já, reynir Inga Dís að tróða sér inn á milli 1 og 2. Rut sér við henni. Já, ég held að hornum með K.A. Þór ætti aðeins að fara að loka betur inn á milli 1 og 2. Það er lítið búið að koma út úr hornunum hjá Háká. Hér er Sóley, Inga Dís, hún má ekki fá flugbraut eða svæði. Þetta er vel sótt víti. Já, þetta er rosalega erfitt þegar að báðu þristarnir eru bundnir niður. Það er verið að tala sér saman hvor ætlar að stíga upp og mæta.
Það Sóley á vítapunktinn, getur skorað sitt annað mark í leiknum. Matthea Lóns til varnar. Hvað gerir Sóley? Hún skýtur framhjá. Óheppin Sóley. En hún hefur væntanlega fengið punktinn þar sem að Inga Dís er ennþá aðeins að reyna að hrista þessur höggi sem hann fekk þegar hann fiskaði í vítið. En K.A. Þór getur aukið munin í 6 mörk. Ída Hauberg á miðjunni. Sækir hérna Kristínu sem er komin í hornið. Natalía frábær línusetning hjá Rut. Og Júlía grípur hann en rifið aftan í hennar. Spurning hvort það hefði mátt fá 2 mínútur. Stórhættulegt að rífa aftan í skothöndin á leikmanni. Þannig leit það út héðan en það er spurning. Jón Karl og Maggi hafa séð það betur. Ekki spurning. Rut stígur aðeins upp á móti Ingu. Frábær línusending hjá Sóley en Matthea Lónar sver frá Amelíu. Og K.A. Þór heldur áfram að keyra á þar. Rut leita jafnfætis en þetta er annað skipti sem er yfir. Þetta reddast. Sóley. Það halda áfram upp góðu tempói. Alfa. Hornið laust. Leandra. Og Inga á móti Rut. Og það er róa þetta niður. Það róa þetta niður. Ekkert langt í höndina samt. Þar spiluðu helviti lengi. Hraðasókn á hún róður niður. Og undirhandarskot Ída Ver. Kvartar aðeins undan þessu. En hún greinilega grjóthörð. Smá yfirspenn olnboga höndur komin upp. Einsendingi viðbót. Þá er tími búinn. Alfa með skoti framhjá. Það er þetta að keyra hratt. Rut kemur inn á miðuna. Það er að sækja Natalíu sem er með stórt svæði og skorar. Hélt þetta var reyn út í sandinn en Natalía áttaði sig og kom bak við Rut sem er klippt hann inn á risasvæði. Frábært. Það er Inga á miðunni. Við sjáum að Amalía er mikið að blokka þristan. Þetta er ólögleg blokkering. Hárrétt, hún keyrir inn í Júlíu. Maggi var alveg með þetta. Hún var búin að vera að kasta sér þarna á milli þristana. Júlía Björnsdóttir er heldur betur í baráttunni hérna á báðum endum. Er í slagsmálunum báðum megin. Og hér kemur Kristín, Natalía. Fína klippingar og þú mátti mögulega fara lengra. Ída hafði dripplið með sér. Skýtur hérna í hávörnina hjá Ingu. En hún er að reyna. Júlía kemur út. Natalía með mikið svæði. Rut undirhandarskot en Margrét Ver. Og Hildur Lilja tekur frákastið. Vel gert Hildur Lilja. Annað undirhandarskot hjá Rut sem var maggaði bara mætt og sest. Natalía sækir inn í. Góð vörn hjá Ölfu. Smá tróðningur í gangi. Þá kemur Ída með mikið sæði frábær línusending á Júlíu. Víti og 2 mínútur. Þetta er það sem við viljum frá línumönnunum. Það er mark eða víti og 2. Frábær sending hjá Ídu inn á Júlíu. Júlía grípur vel og fiskar þetta víti. Þá kemur Jenny í markið. Freistist að verja víti frá Rut. Og það gerist ekki. Rut Jónsdóttir skorar sitt 7. mark.
kemur K.A. Þór í 23-15. Og þið sjáu það niðri hægra megin, það eru 8 mínútur síðan að HK skoraði síðast mark. Það er aðeins of langur tími. K.A. Þór búið að skora síðustu 4 mörkin í leiknum. Hér er Inga Dís komin bara í smá pásu. Anita kemur í vinstri skiptuna. Anita er búin að vera svona næst ferskasti leikmaðurinn í HK-liðinu í dag. Og hér kemur Anita á Agnesi sem er komin í vörnina. Agnes með frábæra stöðun. Anita vilist eitthvað aðeins með þessi í puttunum. Agnes Vala Tryggvadóttir, hörku varnarmaður. Virkilega spennandi varnarmaður þar á ferð. Númer 29. Og hér kemur Alfa með uppstokk en Mata á ekki miklum erfiðleikum með þetta. Frábær vörn. K.A. Þór halda áfram að keyra einu fleiri. Rut feikfinta og skotið á höfuð á Möggu sem er ekki sátt. Margrét Ýr er heldur betur ekki sátt við þetta skot frá Rut. En inn fór hann. Skýtur hann að beint á höfuð á henni, rétt fyrir ofan. 4 mínútur og 40 sekúndur eftir. 9 marka munur. Agnes brýtur þarna á Ölfu. Hér er það Sóley, Anita og Alfa kemur á. Óheppin Katrín þarna, skýtur í stöngina, eða slána. K.A. Þór á boltan. K.A. Þór getur komið þessu í 10 mörkin. Búið að vera fínt flæði á K.A. Þór-liðinu. Búið að vera margar sem hafa spilað en á að halda dampi. Þetta er ótímabært skot, erfitt skot frá Lídiu. Og Samuel tekur leikhlé. Hérna er að vera frábæra tónlist hjá okkar besta Magga Fel. Hann er mitt bróðir Heiðmars Fel. Það er allt að gerast. Maggi hefur farið hérna handból að rýna playlistan. Þá er komað markaskorarum okkar. Rut Arnfjörð Jónsdóttir 7 mörk. Heldur betur búin að stíga upp í seinna hálfleik. Natalía 5, Unnur Ómarsdóttir 3, Hildur Lilja 3 og Ída 2. Hinum með henni Inga Dís aðeins búið að hægjast á henni með 9 og það er henni sömu markaskorar. Já, síðan að síðasta leiklíði var þá hafa þær ekki skorað mark og það eru 10,5 mínúta síðan þær skoruðu síðast mark. Það er rosalega erfitt til að vinna handboltaleiki. En við erum tilbúin í að byrja aftur. Maggi telur leikmennina sem er inn á. Það er hárrétt tala. Telma Lísa komin aftur í vörnina. Nú verður að teljast frekar ungt lið K.A. Þór sem er inn á vellinu núna. Kristín Aðalheiður aldursforseti, eða Matthía Lónasvindar. Góð stöðun hjá Agnesi. 3,5 mínútur eftir að leiknum er Anita, Inga Dís og Matthía Lónas ver þetta í innkast. Hér er Ágústa komin inn á línuna. Inga Dís, Anita og Sóley. Hér kemur Inga Dís inn á miðuna. Telma stígur á mótinni. Frábært brot hjá Telmu. Það sem við erum kannski búin að bíða þess eftir að annað þristur takja skari. Höndi komin upp, ein sending. Og Ída Hauberg kasta sér á boltan og vinnur hann. Rut kemur hér á fullu úr skiptingunni, keyrir á milli, 1 og 2 og þessi er framjá.
Jájá, ég ætla að vera agalega dramatískur. En þessi fór framhjá, slóm út á laginu. Þarna lendi Anita í smá basli. Kláraði skrefin og endaði með því að kasta boltanum út af. Hér er Anna Mari Jónsdóttir að koma inn á. Hún er að koma aftur eftir smá pásu. Tók sér smá pásu hérna fyrir áramót. Og er mætt aftur á völlinn. Flottur handboltamaður. Lydia. Anna Þyri tegi vel á þessu. Lydia með Júlíu. Sækir Rödd. Og Rödd með reynir línusendingun á Júlíu sem að gengur ekki. Magga með langan bolta fram. Sem endar í markinu. Jóhanna Lind, hún skorar. Jóhanna Lind með sitt fyrsta mark. Nú bara enda leikinn vel. Klára þetta á jákvæðan hátt. Anna Marie. Lydia. Já, frábærlega gert hjá Lydiu. Hárspret frá því að brjóna sig í gegn. Lydia sækir Rödd og kemur hún núna inn á Júlíu sem að skorar. Já, það gekk ekki á hann, reynum við bara aftur. Anita sækir á Telmu, frábær finta hjá Anitu. Telma skilin eftir, Anita skorar. Það voru síðasta mínútan eða 50 sekundunar. Anna Marín á miðunni. Hér á eftir er svo leikur Káa og HK í þriðja flokki. Það er Addi Meis mættur með sína menn. Rödd, Anna Marín. Já, reynir að sækja inn á milli, 20 sekundur eftir. Káa Þór þarf ekkert að flýta sér. Júlia tekur fríkastið. Lydia sækir Önnu Marín. Óhefni. Og nú er að fá skot Lydia. Þetta er fótur en, já, hárrétt. Þar með rennur leiktíminn út. Eftir er aukakastið. Já, leiknum er lokið. Það er enginn sem ætla að taka fríkastið. Þannig að lokatölur í þessu leik 25-17 fyrir Káa Þór. Byrjuðu seinna hálfleikinn, svipað það byrjaði hann fyrri. Það voru mjög rólegar af stað, en tóku svo vel af skarið og bjuggu til þessa forystu og enda með 8 marka sigri. Glæsilegu sigur Káa Þór. 2 sigurleikir í röð. Fyrst var það Selfoss, nú er það HK. Og við ætlum okkur að fara hérna rétt yfir tölfræðina. Rödd Arnfjörð Jónsdóttir markahæst með 7 mörk. Natalia 5, Júlia 3, Unnur Ómarsdóttir 3, Hildur Lilja Jónsdóttir 3. Ida Hauberg, nýji leikmaðurinn okkar með 2 mörk úr 7 skotum. Og Anna Þyri Halldórsdóttir og Lydia Gunnþórsdóttir 1. Mattea Lónas með 54% markastöð, 20 skot. Þá eru liðið HK, þar er það Inga Dís sem var markahæst með 9 mörk en þurfti til þess 20 skot. Anita Eik 5, Jóhanna 1, Sóley 1 og Alfa Brá 1. Í markinu Margrét Ýr með 7 bolta varða. Og hér sjáum við tölfræði úr leiknum. Káa Þór 60% skotnýtingu, voru með 74% nýtingu í fyrri hálfleik. HK með svipa prósentu í seinni hálfleik, 37 núna, 36 í fyrri. Vítanýtingin, þar HK klikkaði 1 víti. Og kannski best að athugavert að sjá hér að lengsta markaþur voru 12,5 mínúta hjá HK. Og það er rosa langur tími. Káa Þór með fórust í leiknum í 51 mínútu.
HK út af í 14 mínútur meðan að KA Þór fær einar 2 mínútna brottvísun. Áhugavert. Já, Telma Lísa sem fekk þar 2 mínútur. Það var það skemmtilegasta, okkar besta, tímalínan í seinni hálfleik. Þetta eins og ég sjáu, KA Þór byrjaði seinni hálfleikin svona svipað á þann fyrri. Aðeins detta niður í forystu en síðan jafnt og þétt frá svona 16. mínútu bætaði við sig og búa til þessa 10-8 marka forystu og endar í 8 mörkum. Frábær leikur í alla staði, verðum við að segja, þetta var bara gaman. Sigur var það, ég og Stefán. Þökkum kærlega fyrir ykkur dag, Egill Ármann heiti ég og hlökkum til að sjá okkur næst og þökkum Símentum fyrir, Stebbi Guðna og félagar í Svíþjóð. Takk fyrir.